Hér sestur Styrmi Gunnarsson. Þú ert að senda frá þér bók núna í vikunni, Styrmir, sem heitir Hrunadans og horfið fé. Þess vegna þú ert að taka saman svona ýmis atriði úr skýrslu rannsóknarnefndar. Og við langar nú reynda að byrja á því að nefna við þig smá hluti. Það er þessar handtökur. Hvernig horfa þær við þér? Þær horfa sjálfsagt mér eins og öllum öðrum. Að ég get ekki sagt að það kom mér á óvart, en mér finnst það sorglegar, mér finnst þetta allt sorglegt. Ég held að ég margt sorglegt eftir að gerast hér á næstu vikum. Óttast eins og sumir að þetta sé einhver fjölmiðlasirkus sem farin í gang? Ég get ekki séð að þetta sé spurning um fjölmiðlasirkus. Ég meina, sérstakur saksóknari að vinna sitt verk og hann hlýtur að vinna það eftir því sem að staðreyndir málsins liggja fyrir, eins og hann sér þar. Og ég held sem sagt að við séum bara að sigla inn í þann fasa af þessu máli öllu sem að mun taka mjög á. Já. Við skulum ekki gleyma því að það er fólk í kringum, það fólk sem er verið að handtaka eða ákæra. Og þannig að þetta mun reyna mjög mikið á þetta samfélag okkar. Annað sem er í þessu, og þá vitna ég nú í eitt sem stendur í bókinni, þú segir að stjórnmálaflokkarnir séu allir í rúst. Já. En nú erum við að fara í kosningar eftir 3 vikur. Já. Já, með stjórnmálaflokkarnir í rúst. Já. Ég held að stjórnmálaflokkarnir allir standi frammi fyrir miklum vandamálum og þó að vandi Vinstri grænna sé annar heldur en hinn að þriggja, að þá held ég standi allir frammi fyrir miklum vandamálum og ég hef enga trú á því að þau vandamál verði leyst með einhverjum persónum, að þessi einstaklingum fari og einhver annar komi. Þetta snýst grundvallaratriði, þeirra stefnumörkun og ég heldur verði að horfast í augu við það að þurfa að gangi í gegnum mjög róttæka endursköpun á sinni stefnu og endurnýjun á sinni stefnu. Öðruvísi náður sér ekki á strik og öðruvísi endurheimtar ekki traust fólks. Það er náttúrulega dálítið lýsandi að það er framboð sem að, við vitum ekki hvort að grínið alvara, sem að vera að sigla í ótrúlegan sigur hér í Reykjavík. Já, það er mjög lýsandi og mér sýnist að það séu svona að koma önnur framboð hér og þar í sveitarfélögum og ég held að flokkarnir að þeir geti staðið fram fyrir því að þau framboð fái verulegt fylgi. Það er náttúrulega ótrúlega mikið vantraust á stjórnmálaflokkum. Já. Og maður segir næstum ógeð. Já. Ég er sammála því. Þú byrjar bókina á orðum sem vöktu mikla athygli í rannsóknarskýrslu Alþingis og þú setur þau sem einhvers konar einkunnarorð bókarinnar, þannig að þú kannast við þessi orð. Ég er búinn að fylgjast með þessu í 50 ár. Þetta er allt ógeðslegt, það er engin prinsíp, það er engar hugsjónir, það er ekki neitt. Það er bara tækifærismennska, valdabarátta. Já. Það er rökstuð þetta. Já. Ég er náttúrulega búinn að fylgjast með innviðum okkar samfélags í hálfa öld úr töluverðri nálægð og þetta verkar svona mig og mér finnst vera alveg ofboðslega mikið hatur í okkar samfélagi. Það er mjög mikið neikvæðni í okkar samfélagi og það er mjög illt umtal annað fólk í okkar samfélagi. Þetta þrennt er það sem einkennir stjórnmálaverölduna á Íslandi og viðskiptaverölduna á Íslandi og þetta verður ágerst eftir því sem árin hafa liðið. Í gamla daga þegar ég var ungur og þá var mikil harka í pólitíkinni en hún snerist hugmyndafræði. Já. Í dag er mikil harka í pólitíkinni en hún snýst ekki lengur hugmyndafræði. Hún snýst ekki hugmyndir, hún snýst ekki sjónir. Harkan snýst öll það að tala illa aðra, dreif út sögum aðra og þess vegna þá verkar þetta þjóðfélag á mig öðrum þræði sem mjög ógeðslegt þjóðfélag. Já. En ég vil taka það fram að svo er allt önnur hlið á okkar samfélagi sem að mér finnst vera stórkostleg. Það er til margt mjög merkilegt fólk á Íslandi og maður uppgötar það aftur og aftur.
En þú talar en þetta náttúrulega prinsippleysi, tækifærismennska, valdabarátta. Þetta er ekki... Og hagsmuni, fólk svo mikið að hugsa um hagsmuni sína og einhverja þrönga hagsmuni. Og ég fann þetta alveg í mínu starfi á Morgunblaðinu eftir því sem árin liðu og það voru að koma nýjar kynslóðir svona fram á sjónarsviðið að hagsmunirnir voru orðnir svo mikið atriði hjá fólki. Fólk kom til mín var að óska eftir einhverju byltingu einhverju eða leita eftir einhverju og ég fann að það var verið að tala við mig eins og viðkomandi taldi að ég vildi að væri tala við mig. Já. En ekki að viðkomandi var að lýsa sínum skoðunum, hvort sem að hann taldi að það fjalli mér ekki eða ekki. Það snýst svo mikið hagsmuni, það snýst ekki hugsjónir. Segðu mér, sko, við förum náum ekki að fara yfir allt sem stendur í bókinni hérna, en þú ert að draga saman það sem að þér finnst vera svona standa upp úr þessu. Já. Get ég fengið svona styttri útgáfuna af því? Já, mér finnst þetta að vera mjög merkilegt plagg, þessi skýrsla, og ég verð að segja það að ég er óskaplega ánægður með hana. Mér finnst þeir sem að unnu þetta verk hafa unni mjög merkilegt verk og þarna er mikil gagnabanki það sem hefur gerst hér á undanfarnum árum og nú er ekki lengur hægt að halda upp í þjóðfélagsumræðum á Íslandi í krafti sögusagna og óhróðus og dýrna. Nú verðum við að ræða málin á grundvelli staðreynda. Þetta finnst mér vera eitt aðalatriði málsins í sambandi þessari skýrslu. Mér finnst stórmerkilegt að lesa þá kafla skýrsluna sem fjalla um viðskipti bankana með hlutabréf í sjálfum sér. Já. Mér finnst sá kafli að mörgu leyti vera hinn miklu tíðindi í þessari skýrslu. Ég tel mig hafa fylgst vel með hér á undanförnum árum. Ég hefði aldrei trúað því að það færi fram svona skipuleg starfsemi til þess að halda upp í verði hlutabréfa í bönkunum sem á hverjum einasta virkum degi í mörg ár. Skipuleg starfsemi öllum bönkunum þremur og í einhverjum tilvikum samráð á milli bankana. Þá erum við að tala gerfi markað. Þetta er bara gerfi markaður. Hlutabréfa markaðurinn hér á Íslandi hefur verið gerfi markaður, hann hefur verið plat. Það verður ekkert verið að markaður. En þetta er það sem William Black segir, sem ég reyndar með hann hérna á eftir hann, að það verður ekkert verið að markaður. Það verður svik. Það verður ekkert verið að markaður þetta. Og þetta finnst mér vera hinn miklum tíðindi og hinn alvarlegu tíðindi í þessari skýrslu. Og ég hef ekki trúað því fyrirfram að þetta hefði verið svona. Ég gerði mig grein fyrir því og við töldum okkur vita það á Morgunblaðinu á sínum tíma að það væri verið að svona reyna að hafa áhrif á verð hlutabréfa og við reyndum á fyrstu árum hlutabréfamarkaðarins að komast svona ofan í það hvernig það væri gert. Já. En það var ómögulegt að komast að raunum það en að þetta hafi verið gert svona skipulega, markvisst á hverjum einasta degi, ég hef aldrei trúið. Þetta finnst mér vera mjög stór þáttur í þessari skýrslu. Svo var annað sem að kom mér gersamlega óvart og það var kaflinn í skýrslunni tilskipunina í sambandi við innistæðutryggingakerfið sem allt í einu kemur þarna fram. Mjög merkileg, ítarleg, lögfræðileg úttekt á tilskipuninni og hvernig hún hefur verið túlkuð undanförnum árum og það verður ekki nokkurt stjórnvald á Íslandi á undanförnum árum, undanförnum 2 árum síðan ástæði til þess að taka þetta fram, taka þetta saman fyrir heldur en þessi nefnd gerir það. Já. Þessi kafli, hann er samfelldur rökstuðningur fyrir sjónarmiðum þeirra sem hafa haldið því fram að íslenska ríki bæri enga ábyrgð á innlánasöfnum íslensku bankanna í útlöndum. Þú menar að þú lest út skýrslunni að innistæðutryggingasjóðurinn sé ekki hann er ekki á ábyrgð íslenska skattgreiðenda. Þetta er það sem kemur fram í þessum kafla og þessi kafli er þess eðlis að hann hlýtur að kalla á miklar umræður það hvernig á því standi að ríkisstjórnin núverandi hefur tvisvar sinnum skrifað undir samninga að taka á Íslendinga stórfelldar skuldbindingar af þessum sökum. Já. Annað sem að þú nefnir eru, og það finnst mér kannski hafa verið full lítið fjallað, það er þessi stöðutaka gegn krónunni. Já. Af því við vorum fremst, ég voru fremst að tala ungan mann fremst. Já. Hann er eitt af fórnarlömbum. Hann er eitt af fórnarlömbum þessa. Já. Sem að situr uppi með skuldir. Já. Sko, það eru leitt mjög sterk rök að því að Kaupþing og helstu eigendur Kaupþings hafi tekið með skipulegum hætti stöðu gegn íslensku krónunni.
Og hvað þýðir það að taka stöðu gegn krónunni? Það þýðir það að menn fara ofan í vasa hvers einasta Íslendings og sópa að sér fé, vasa einstaklinga og fyrirtækja. Og þetta auðvitað stór alvarlegt mál. Þetta ekki alveg jafn skýrt í skýrslunni eins og til dæmis kaflinn viðskiptin með eiginbréfabankana, en þetta samt sem áður leitar mjög sterkar líkur á því að þetta hafi gerst. Já. Það vantar þarna umfjöllun sparisjóðakerfið, en ég ætla bara að spyrja það lókum, sko, nú kemur þú með þessa bók og þetta náttúrulega svona eins og ég segi þín sýn á þetta. Já. Það mun ábyggilega einhver reka sig á það að þú gerir frekar lítið úr hlut seðlabankastjóran í þessu. Já. Þú setur seðlabankan í 5. sæti yfir. Já. Já. Já, ég set fram alls konar skoðanir í þessari bók og ég get vel ímyndið mér að einhverjir fyrtist mjög við þeim skoðunum. Já. En það náttúrulega blasir við að Seðlabankinn, og þá ekki bara að tala aðalbankastjóra Seðlabankans á þeim tíma, heldur bara bankinn sem slíkur og hans starfsmenn, að þeir eru náttúrulega að vinna mjög athyglisvert starf á þessum erfiðu mánuðum. Og það ómögulegt eftir að lesa þessa skýrslu að halda því fram að Davíð Oddsson hafi ekki varað mjög rækilega við því sem var að gerast. Stóra spurningin hvers vegna brást ríkisstjórnin ekki við? Ég að reyna að finna einhverja skýring á því í þessari bók. Já. En ég viðurkenni það alveg að mér tekst það ekki nema mjög takmarkaðu leyti. Getur sett fram einhverja teóríu? Ég held að þetta snúist svona mikið persónlegt tengsl fólks, persónlegt tengsl Geirs Haarde og Davíðs Oddssonar, persónlegt tengsl Ingibjargar Sólrúnar og Davíðs Oddssonar, og allt þetta gerir það verkum að það ekki á hann hlustað. Ég held að það sem kemur út úr þessari skýrslu og því sem að það kemur fram og yfirheyslum rannsóknarnefndarinnar yfir þessu fólki, að það ekkert að lesa annað út úr þessu heldur en að þau komist að því niðurstöðu að það ber ekki að hlusta á hann og gera það ekki. Styrmir, við höfum vist ekki miklu meiri tíma, en bókiðin að koma út núna bara í vikunni, veit ég. Já. Þriðdaginn var nú sagt, eða miðvikudag. Já.